Fiðlusmiðurinn Jón Marino Jónsson starfar við hljóðfærasmíði og viðgerðir í Reykjavík. Þessa dagana er hann staddur á Akureyri og vinnur við viðgerðir á strokhljóðfærum í tónlistarskólanum á Akureyri. Já, ég er komin hérna til þess að svona kíkja yfir hljóðfærin hjá þeim, að reyna að laga aðeins til, svona taka til í safninu hjá þeim. Þeir eiga mikið af hljóðfærum sem að eru svona í misgóðu ástandi og það er dálítið erfitt vik fyrir þau hérna því að þau þurfa að sækja alla þessa þjónustu suður í Reykjavík, þannig að það er miklu betra fyrir mig að flytja mig norður og koma í heimsókn til ykkar, heldur en að þau sé að transporta öllum hljóðfærunum suður. Og þú ert hérna á Akureyri núna í heila viku? Já, ég ætla að vera hérna alveg fram á föstudag, eða sko fer heim hérna seinni partinn á föstudag, ef ég næði að klára öll verkefni sem að fyrir liggja. Þannig að það er nóg sem þarf að gera hér? Já, mér sýnist það er af nóg að taka. Og hvað er það sem þú ert að gera? Ég er að, til dæmis eins og við tökum hennar kontrabassa hérna, þá var ég að setja nýja sál í hann, sem að sálin er póstur sem að stendur inn í hljóðfærinu og tengir saman bakið og framhliðina til þess að flytja víbringin sem að sko það sem aflgjafinn í hljóðfærinu sem að býr til hljóðið. Og svo var ég að setja nýjan endapinna í hérna hljóðfærið og er að skera núna til stólinn þannig að hann standi betur á hljóðfærinu og að virknin verði miklu betri í hljóðfærinu fyrir vikið. Og svo þarf ég aðeins að svona bletta í kantana og svona eins og þið kannski sjáu það, þá er hann aðeins svona barinn sko og þá bletta ég í það með hérna sérstakari trjákóðu sem að er svona svipuð á litinn og liturinn á bassanum. Og þú ert hljóðfærasmiður og vinnur við það bara í fullu starfi? Já, alveg bara frá bara 8 til 5 á daginn, eða 6 eða 7. Og þú ert bæði að laga og gera við og eins að smíða hljóðfæri frá grunni? Já, ég smíða fiðlur, víólur, selló og kontrabassa alveg frá grunni og svo svona einn og einn kassagítar líka. Og hvað fékk til að fara út í þetta? Það var í rauninni áskorunin við það að búa til þetta form sem að fiðlan er. Að geta tekið spýtu, tré og endað í hljóðfæri sem að hægt var að spila og performera á sviði, stórsviði eða sem spilaði á það í sinfóníuhljómsveit. Það var svona aðal áskorunin að smíða svona grip. Þú spilar ekki sjálfur á fiðlu? Ég get alveg dregið boga yfir fiðlu sko, til þess að heyra svona hvernig virknin er sko, en ég myndi ekki láta neitt heyra í mér við það. Ég hef ekki spilað mikið á þessi hljóðfæri. Heldur þú bak við tjöldin? Já, svona meira. Það var ágætt, ég kynntist nýjum konsertmeistari á Sinfóníuhljómsveitinni, Nicola Lolli, og hann sagði við mig sko að maður eins og ég væri svo nauðsynlegur sko að því að við þyrftum á hvorum öðrum að halda. Hann er tónlistarmaðurinn og getur spilað á hljóðfærið, en þegar að hljóðfæri klikkar, þá vantar manni svo mikið til þess að laga það, af því að hann getur ekki lagað það. Þannig að þetta er svona samspil tónlistarmanns og smiðs. Og ég ætla að fá að skoða eins það sem þú ert að gera hérna. Já. Á þessum kontrabassa hérna svolítið, hann hefur þekkt betri daga held ég þessi kontrabassi. En eins og ég sagði á þann að þá var ég að skipta sál í honum og sálin sko, það er svona trépóstur og þetta er nú sálin sem var í honum sem að hérna orðin illa farinn og eiginlega bara passaði engan veginn í hljóðfærið og var alltaf að detta úr. Og það þarf alveg sérstakt áhald til þess að setja svona sál í sem við kallum sáluhjálpara. Og það er svona stykki hérna, þetta kallum við sáluhjálpara. Og við setjum þetta stykki í, hérna vinnum við allt saman í gegnum þessa hólu hérna. Þannig að það sko, þá er þessu stungið upp á endan hér og síðan er þetta sett onni og reist við og síðan þegar það er búið að reisast upp að þá slæðir maður þetta til svona stillir það af svona á þá staðsetningu sem er best fyrir virkni hljóðfærisins. Þannig að þetta er svolítið nostur vinna í þessu. En svo ertu nú með fleira hérna inni? Já, ég hvað get ég sagt, þegar ég
búinn að fá hérna er orðinn aðeins þreyttur á því að vera að smíða fiðlur, af því að fiðlur og víólur eða strókhljóðfærin eru öll svona kúpt og þetta er allt saman skorið með járnum. Kúpan, hún er ekki sveigð, heldur skorið út. Þá er voðalega gott að fara og smíða eitt kassagítar. Af því að kassagítarinn er allur flatur og sléttur, það er allir fleti sléttir í honum og þá er þetta svona, það má kannski segja að ég hvíli mig aðeins frá þessu í því að smíða kassagítar, sko. Hér þetta eru hvað verðandi fiðla? Já, það tekur mig svona 4,5 viku að smíða eina fiðlu. Þannig að hún sé tilbúin fyrir lökkun. En þegar maður er í viðgerðum með þessu, sko, þá er maður að stökkva í þetta svona öðru hvoru og ég byrjaði á þessu hljóðfæri fyrir 1,5 mánuði síðan og þá voru þetta bara spýtukubbar, sko. Og þetta beigi ég allt saman með gufu og hita og lími síðan í og síðan er bakið, það er hlínur. En í þessu stigi að þá tek ég plötuna og byrja að banka í hana og hlusta á hringinguna, hvað hún er að segja mér. Og hvað segir hún? Hún segir mér að hún er of stutt og of björt. Þannig að þá þarf að taka meiri við til þess að fá hana til að vera lengri og aðeins dýpri tónum. Og svo ertu með fullkláraða fiðlu sem þú smíðaðir. Já, ég tók með mér eina hérna sem að ég kláraði núna bara í sumar. Það er þessi hérna. Þetta er hérna mitt eigið módel. Og og þá bara byrjaði sem bara spýta í skógi og endar í þessu. Og hún er bara tilbúin til að fara á svið? Tilbúin til að fara á svið.